eitthvað sem að maður á fertugsaldri sem að vinna á FM 957 og búin að missa hárið en er ekki að hlusta og þá það lagið We Are Young en þetta ágætis lagsamt titillina stríða mér þetta með hljómsveitinni Fun það virkilega mikið hugmynd á baku það nafnuruglega en því miður þá byrjum við þáttinn ekki á Crazy Bastard í dag því að sveppurinn heima veikur og heima með veikt barn ég veit ekki hvort að amman sé bara veik líka það allavega voðalega mikil veikindi en við grenjum það ekki því að Björn Bragi með mér hérna í fyrsta sinn 2 daga í röð, verður velkomin aftur Björn. Takk. Hvað segir kallinn? Ég segi mjög gott og þú sér það að ég ennþá ungur, annað en þú og Sveppi. Það enda rétt, þú mátt alveg hlusta á svona lag sem heitir We Are Fun, We Are Young. Jú, og líka ónæmiskerfið mitt, það fer ekki bara í verkfall þó það sé nokkru gráðu frost úti, sko. Já, eins og á Svepnum, reyndar Sveppi alltaf að státa sig að því hann sé aldrei veikur, sko. En það kannski að því hann með selspík utan á sér og það bítur ekkert á hann. Nei, ég veit það, þetta held ég, sko, ég búinn að vinna með honum lengi og hann má eiga það, hann nú ekki oftur veikur og hann líka, sko, með stálmaga. Þú veist, eins og í gamla daga þurfum að gera ógeisdrykki og svona. Hann gat drukkið bara bensín út í lýsi og hann gubbaði ekki, sko, og var aldrei illt eða neitt. Þannig að þetta sjaldgæft. Ég verð að gefa Svepni það. Ég veit að hann heima að hlusta og Sveppi, bara láttu þið batna. Bara áttu kveður. Já, eiginlega frekar ég vilja krakkinn hans að honum batni. Já, Sveppi má alveg vera veikur. Já. Allavega þangað til næsta þriðjudag. Já, hann hefur vikulega, nei, hann reynda með mér á föstudaginn á Selfoss, hann Sveppi. Alveg rétt. Þannig að hlustendur fá nú að heyri í honum í vikunni þó hann sé ekki hérna í dag. Ég vona að vera búin að jafna sig fyrir föstudaginn. Gefum honum 3 daga að jafna sig. Það rétt en við þurfum samt ekki að væla neitt því að það stórkostlegur þáttur framundan. Hann kemur hérna til okkar hann Aron Pálmarsson. Hann ætlar að vera með okkur í rauninni. Ég var búin að dobla hann ekki bara að koma sem gest heldur bara að vera hérna með okkur alveg góðan klukkutíma sko. Já, af því að við viljum hanga með honum. Já, af því að hann hot celebrity og eitt besti íþróttamaður landsins og svona, þá eru við tilbúin að hanga með honum. Góður strákur með gullhjarta. Já, þetta er algjör snillingur og við ætlum að ræða við hann eins og flesti vita þá eru Íslendingar að fara að keppa í EM í handbolta og það er spennandi að þeir voru að koma frá einhverju móti, voru ekki keppa í Danmörku á einhverju móti og jú, einhverju svona æfingamóti. Já, ýmislegt sem við þurfum að spyrja hann og ég held að Aron, það ekkert langt í að hann verði besti handboltamaður heims. Það er alveg gaman að vera með hann hérna í þættinum. Finnst þér ekki truflandi samt að hann er sko miklu yngri en við báðir en gæti samt örugglega lamið okkur báða í einu. Já, þú veist, þó við myndum 2 reyna að ráðast á hann. Jú, það eru reyndar flesti sem gæti lamið okkur held ég. Ég held samt sko, nú ætla ekki að vera leiðileg, ég held ég geti lamið þig Bjössi. Eiginlega ekki sko. Já, þó þú sem teka búin að vera eitthvað huffin and puffin í ræktinni sko. Herru, þú ert kannski með frábæra húð og þykkt og fallegt hár en það er ekki vöðvaður, ég myndi burða þig, það er bara þannig. Nei, ég er með svo gott prófa að æsa mig, ég manna þig, prófa að æsa mig. Prófa að æsa mig. Viltu láta á þetta reyna eða? Nei, ég held samt sko ánalsgríns þá ert þú með rosalega fallega húð og það er alltaf ganga fyrir þig, þú ert alltaf í flottum fötum og þú ert ungur og svona, en ég myndi berja þig. Okay. En ég held þess að Aron myndi berja mig. Ég myndi líka leyfa þér að berja mig af því að sko ég er bara svo sáttur með mitt og þú ert bara, það er ekkert í gangi á þér. Þú ert svona ekta típa sem myndi liggja bara er það svona sem er útkláðið þín mál? Þú er búin að vinna einhverja morfískeppnir og eitthvað svona kjaftaði. Auðvitað, talaðu bara við mig. Getur ekki bara talað við mig svo venjulegu maður? En það er alveg rétt, maður á ekki að leysa neitt með slagsmálum fyrir ykkur þarna sem eru úti og ég er náttúrulega líka kemur frá Sauðárkróki sko. Já. Þar fóru menn í gamla daga bara á sveitaball til þess að slást. Ég var ekki einn af þeim, ég var akkurat gaurinn sem að svona fór út í hotn og haldi með 3 slagsmál. Já, ég reyndar úr Árbænum og það menn voru alveg slást þar líka sko. En ég var í hotninu líka, eins og þú. Já, hver er bæjarstjóri í Árbænum? Það er hérna Jóhannes Ásbjörnsson. Það er rétt, það er gott svar. Við erum ekki bara með Aron Pálmarsson, við reyndar sko alltaf þegar þú ert með mér á mánudögum Bjössi þá erum við náttúrulega með net misnótkun og annað, þannig að það er ekki okkur í dag. Við reyndar ekki með hitaklefa þessu sinni því að við náðum ekki á stjórnmálamannin sem ætlaði að svara okkur, þannig að ég og Sveppi grillum hann bara í næstu viku. Já, doppelgrillun á. Já, doppelgrillun, en við erum reyndar með allt sem ég gerði á hann og ég er svona hálf stressaði bara að spila því að maðurinn, hann endar ekkert neitt gríðalega sáttur, það var svínað á mig hérna á leiðinni í vinnuna og ætlaði ég nú að gera saklausan rekka, ég reyndar var svona að leika mér að pirran. Við spilum það hérna á eftir, menn eru mjög tæpir í umferðinni í dag og svo ætlum við að leika okkur helling með Aron og þannig að það er eiginlega nóg um að vera. Já, lefa fólki að ringi inn og spurja hann að einhverju svona og djóka eitthvað í honum. Já, það er þetta góð pæling. Þurfum ekki að gefa stefnumót með honum? Jú, ég held náttúrulega að hann er ennþá á lausu strákurinn sko. Já. Þannig að það væri nú að, ég hugsa sér alveg nokkra skvísur að núti sem væri til í að vinna stefnumót með Aroni sko. Já. Og við erum að tala um Aron Pálmarsson, þetta er ekki Aron Pálmi. Hann kemur seinna. Hann er í einhverju flippinu. Leifum þeim að velja, sant? Já, ef þú mætti fara á stefnumót með annarkvort Aroni Pálmasinni eða Aroni Pálma. Alltaf Aroni Pálma. Já, reyndar langt sinni hitti Aron Pálma. Já. Ég var að hitta hann reglulega alltaf hérna í Granda. Hann kom í þáttinn til okkur og Sveppa og hann var svolítið ötull á djamminu alltaf. Já. Ég maður ekkert séðan, en kannski eru við líka að hanga á vitlusu stöðunum.
Já, hann er kannski ekkert að detta inn á Austur eða B5, hann Aron. Er hann ekki bara með ólagerfin okkur? Jú, það kemur ekkert óvart, hann getur verið á svona dirty nights og svona. Ég reyndar hérna sá hann einu svona í Breiðholtinu og þá var hann að chilla fyrir utan sjoppu með einhvern gröggum, sko. Þannig að það geti, hann er kannski svona það sem eru yngra lið. Já, hann náttúrulega fekk ekki að taka út almennileg úlingsár, sko, þannig að við verðum að leyfa honum að hanga eins í sjoppunum núna. Já, nákvæmlega, hann þekkir þetta ekki, að chilla eins í fyrir utan sjoppuna. Já. Eitt smóka það. Herðu, við ætlum að byrja þáttina og þó að sé ógeðslegt veður úti, mér langar að vera að spila rólega tónlist. Ef ég ætti einn draum núna, þá var ég til að vera heima hjá mér, á náttbuxum og ból, upp í sófa, að glápa flakkra minn og panta minn pítsu. Veistu hvað draumur minn er? Hver? Að vera bara hérna hjá þér. Já, auðvitað, maður á ekki að segja með þér. Ég er að tala eftir. Þessu gaman að vera með þér hérna. Ég er að tala eftir þáttinn. Þegar ég fekk símtali, geturðu komið í dag, þú veist. Varstu bara, woohoo! You had me at geturðu. Herðu, við ætlum að byrja þetta á, Earthquake, Labyrinth. Þetta lag. Já, þetta er ógeðslega gott. Þetta er eitthvað sem ég var alveg til að heyra í útlöndum ég væri góðum fílingu einhvern veginn. Og við yngjumst alveg upp 3 ára þetta. Já, ég er ekki frá því. Ég elska þegar ég fíla lögin. Labyrinth, come in. Já, en er þetta Tiny Tempa eða? Ég held ekki, ég held ég að vera rugglað með það. Æ, ég veit ekki, hvað er mikið saman sko. Herru, það er komið að slúðurpakkadagsins. Ég er bara að vera alltaf með slúður svona í byrjun þáttar. Já, slúður er gott. Já, þetta var svona í 70 mínútum og það er einhvern veginn, nú veist, ég fæ svona nýtt slúður hérna senda alltaf og ég ætla að byrja á að segja frá því að Justin Bieber, hann er orðinn 18 ára. Og þú veist að ég er með Bieber-fíver, þannig að ég get tjáð með þetta. Já, nákvæmlega, þú ert mikill aðdáandi Justin Bieber. Herru, hann er orðinn 18 ára og já, það eru, menn hafa áhyggjur af því að hann sé að verða full trúaður. Kannski, þú veist, menn hafa ekkert áhyggjur af því, það er verið að ræða það hérna í nokkrum tímaritum. Var hann ekki að tattúa Jesú á kálvan á sér? Það er akkurat máli. Já. Hann var að smetla Jay-Z á kálvan á sér. Ég held samt að það sé rangt þegar hann sé orðinn 18 ára. Hann verður 18 í mars. Ertu að meina þetta? 1. mars. Hann er fæddur 1. mars 94. Veistu þetta í alvörinu? Já. Af hverju? Ég var að fletta på Wikipedia hérna. Ég ætla að segja það, maður. Ég veit ekki, það er eitt að trúa, skilur, en þarf það að vera að smetla Jay-Z á kálvanaður, ég veit það ekki. Nei, það er líka, sko, það er ljótt að vera með tattoo á kálvanum, eða ekki? Það er sko nefn og sett búið með alveg restin af skrokknum. Já, þetta er kannski, þú veist, með þess að Jón Stóri er búið með kálvan á sig, sko. Það sést hverki, en ég held að hann sé ekki með Jay-Z þarna á kálvanum, sko. Nei, Jay-Z as in Jesus. Jesus Christ, já. Og ég er enda búin að sjá þetta tattoo og þetta er ekki flott. Nei, mér finnst einhvern veginn, sko, þú veist, maður sér svona í sundi eða í ræktinni, sko, í sturtu, þá er einhver gæja svona með tattoo á kálvanum eða ökklanum og hvergi annars þar. Mér finnst það svo mikið svona, mér langaði tattoo en ég þorði ekki alveg alla leið. Já, vissi ekki alveg hvað ég átti að setja það? Þú ert bara að fá þér 1. ágúst bara upp á háls, sko, eða þú ætlar að fá þér tattoo. Já, ég er alveg sammála því. Bara George Clooney hérna í myndinni, hvað heitir hún? From Dusk Till Dawn. En það er líka, sko, með Justin Bieber, þú veist, sumir bera tattoo. Eins og ég, þú veist, það myndi ekki henta mér að fá mig tattoo. Nei, ég meina, er hann ekki, jú, þú væri flottur maður. Já, þakkaði fyrir það, ógeðslega gaman að heyra. En ég veit ekki með Justin Bieber. Þú myndir fá þér eitthvað svona sjóara-tattoo, eitthvað svona snjáð akkeri. Var þess á sjónum hérna á 7. áratögnum? Eða skrifa love og hate svona á hnúan á mér, það er líka mjög flott. Já. Það er svona ekta sjóara dæmi eitthvað. Svona drikkju-tattoo. Já, en Justin Bieber með, þú veist, tattoo á kálvan. Tattoo alveg 100%. Já, fá sér mamma. Ég myndi fá mér eitt fyrir mömmu. En allavega þá er hann komið tattoo á kálvan á sér. Herðu svo fleira en að Charlie Sheen, hann talar núna að hann sé ekki lengur geðveikur. Segist að hann mist sig þarna í smá tíma og er núna komin á beinubrautina, segir hann. Hann er búinn að losa sig við The Goddesses eða gyðjurnar. Það var hann einhver klámyndaleikona og einhver önnur sem að bjuggu þarna heima hjá honum og voru að fá sér eitthvað í nefið með honum. Já, er þetta ekki svona, sko, til þess að fólk, þú veist, þegar menn missa vitið, sko, þau þurfa að játa að þeir hafi mist vitið, þannig að segja, ég misti vitið, en nú er ég búinn að fá það aftur. Nákvæmlega. Það er líka alveg ótrúlega hvað menn komast upp með í Hollywood, bara því að fyrir meðferð eða að segja fyrirgeðu. Já. Það er bara svona, það gleyma þess allir. Algjörlega. Reyndar Charlie Sheen, hann er algjör fagmaður, þannig ég vona að hann skopi tilbaka. Fólk elskar líka svona endurrisur. Já, svona upprisur, segja. Já, nákvæmlega. Og við viljum sjá Charlie Sheen ganga vel núna. Já, ég er sammála því og hann hérna talar að núna sé hann aðalega bara með börnunum sínum og sé búinn að róast heilmikið. Hann er flottur. Já, en greið, maður fylgdist nú bara með honum, bara missa það bara í beinni, sko. Já, en hann er líka algjör meistari. Ég meina, sástu Roastið þegar hann mætti þarna og lét bara fólk drulla yfir sig í 2 tíma og hlóa því bara. Ég meina, hann hefur húmor fyrir sér og núna gera grína þessu. Ég meina, þetta er fagmaður. Hann er flottur. Hann líka, mér finnst hann eiginlega sá besti í roastinu sjálfur þegar hann var rakkari. Því að náttúrulega þeir sem voru að roasta hann, rakka hann niður, þetta var eiginlega bara fullu sófa nobody, sko. Já. Mike Tyson þarna eitthvað svona. Mér finnst síðan hvernig að fá Mike Tyson með gamanmál. Herru, svo er hérna í lokin, það er búið að velja hina fullkomnu konu. Já. Og þetta var sem sagt könnun sem var gerð í Bretlandi og það var yfir 9.000 mann sem tóku þátt. Það sem að áttu sem sagt bæði kallmenn og konur áttu að velja
hvað af einhverjum frægum myndi vera það flottasta á fallegustu konu í heimi? Það er svona taka einhverja eiginleika frá einhverjum frægum konum. Já, akkurat. Og hárið átt að koma frá The Duchess of Cambridge. Er það ekki bara konunars vilja spýtu það? Ég veit ekki, sko. Hljómar ömulega. Þetta voru væntanlega Bretar að velja þetta. Já, þetta var gert í Bretlandi. Herðu, augun eiga að koma frá Cheryl Cole. Já. Við getum alveg vottandi það. Fallegu. Já, mjög fallegu. Augabrúnirnar eiga að koma frá Megan Fox. Hver er að pæla samt í einhverjum augabrúnum? Ég veit það ekki. Þetta er bara eitthvað paradís, þetta er einhverju fjöldamáningar, sko. Já, ég hef aldrei labbað upp á stelpubarn, ekki óðbóðslegt með fallegar augabrúnir. Nei. Herðu, svo er það nefið. Það kemur frá Kate Beckinsale. Það er nú önnur skvísa. Já. Ég hef alltaf verið mikill aðdáandi hennar síðan ég sá Serendipity. Já. Hún glemdi hanskána sína á svellinu. Nú labbaði ég bara út úr stúdíónu, sko. Já, þegar ég horfa á þá mynd þunnur, þá trúi ég á ást. Þá var ég lítið í mér og trú á svona. Herður. Svo er það hérna kinnbeinin. Þau eiga að koma frá Keira Knightley. Ok. Herður, býta eins. Ég hef verið að opna hérna fyrir býta eins. Aron. Sællinur. Herður, opnaði bara. Já, opnaði. Ítt á. Svona, já. Þetta er svo mikið menntaskóla útvarp hérna. Ég sá bara gestur mér stóð út í stormi hérna. En sko, þú viðurkennir það. Ef þetta hefði verið einhver annar en Aron Pálmarsson, þá hefur látið hann standa lengur. Já, ég er hlegið. Já. En við getum ekki látið kjúla að standa það núti. Þannig að það styttist í hann alltaf verið þetta með okkur í dag. Aron Pálmarsson, handboltamaður. Herðu, hvað var ég komin? Ég var að segja að kinnbeinin, já, koma frá Keira Knightley. Er hún með eitthvað flott kinnbein? Já, ég meina hún er með svona tálga andlit svolítið, svona háafalli kinnbein. Mér finnst hún eiginlega of grönn einhvern veginn. Hún er allt of grönn. Já. Herðu, varirnar. Það er nú gerðið að skjóta það. Hvaðan heldur að þær eiga að koma? Frá hérna, ég veit ekki. Giskaðu. Hver er fræg fyrir varirnar á sér? Angelina Jolie. Er það ekki alltaf eitthvað búið að kýta í þær og svona? Nei, ég held að hún sé nefnilega með alvöru og allar sé að reyna að vera eins og hún. Já, ég vil bara natural. Já, það er ekkert verra en kona sem lítur út eins og önda því hún er búin að sprauta í varirnar á sér. Það er bara eitthvað sem að ef það eru konur út að hlusta aldrei gera þetta. Ég vil fá konu sem er svona varir eins og gói leikari. Bara svona engar varir. Já, bara, það er eins og sé að mæma bara. Já, ég kissi bara svona einhvern veginn skinni bara. Er ég að kissa hökuna eða hvað er þetta? En það er þetta, veist bara, enn og eftir, þetta er eitthvað sem engin kona má gera, það er að sprauta í varirnar á sér. Mér finnst ekkert ljótara. Svo stelpur eru labbandi eins og Andrés Hönd. Herru, þá er það í lokinu, það er The Chin, eða hakan. Hún á að koma frá Gwyneth Paltrow. Þetta fór semst ekkert út fyrir andlitið, þetta er bara andlitið. Nei, já, það er enda rétt hér. The Perfect Woman stendur samt, sko. Ekki DNA eitthvað. Nei, viltu bæta eitthvað við þetta? Nei, ég bara, þú veist. Nei, þetta er svona ekta þú, Bjössi. Ég var bara forveitin. Nei, þú veist, bara... Það eru pervertir að núti og ég er líka talað við þá, sko. Já, en bara, veist, þegar ég tala um konur, þá er ég að tala um eiginleikar og hvað eru skemmtilegar og hvað eru fallegar. Ég er ekki að hugsa um brjóst og rass eins og þú alltaf. Herðu, öllum. Þá er þetta gott lag sem heitir Levels. Flott lag, þarna ferð þeir að hlusta á FM 95 blöð hérna á FM 957. Sveppalingur er heima veikugreið og með veikt barn. Þátturinn er að breytast í FM 95 bjö, ég er hérna bara alla daga, sko. Já, þú varst hérna með mér í gær og þú hleypur í skarðið fyrir hann í dag og ég þakka að kjalla fyrir það. En við verðum nú reynda þrír hérna meiri hlutan á þættinum því að snillingurinn og handboltasénið Aron Pálmarsson er mættur hérna í hús. Við ætlum að taka á honum tali og leika okkur aðeins með honum. Við ætlum að fá örstuðar auglýsingar fyrst og svo dettum við í góðengir. Magasín á FM 957. Á 50 fáum við tónlistafólk í stúdíu til að koma og taka lög eftir aðra íslenska tónlistamenn og þeiminn í dag eru íslensku kóngarnir Bubbi Mortens og Björgvin Halldórsson. Spegilmyndir á votum malbyggi, öskur trúsins í nóttinni. Fylgstu með í beinni á FM í hverri viku.
svo. Heiðar Austmann í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Hæ, þetta Erndís í Magasín. Munum að einelti særir alla. Stöndum saman gegn einelti. Janúar tilboð í 10.11. Við fögnum 9 ári með frábærum tilboðum. 10.11, alltaf opið. Barnaamalið á heima hjá okkur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. 3.700 milljónir króna. Hugsaðu hlýlega til milljarðana. Viking Lotto, alltaf á miðvikudögum. Þú þarft ekki að eiga allar græjur til að kíkja í Bláfjöll. Nýjar og góðar skíða- og brettagræjur til leigu í Bláfjöllum. Komdu, láttu verða að því. Skíðasvæðin. Síðustu dagar Víla-útsölunar. Meiri verðlækkun. Víla-Kringlunni og Smáralind. FM 95 Blö í boði. Auðvelt, fljótlegt og alltaf opið. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they stay there, and they stay there. Down, 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 'cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them say. Já, all I do is win, win, win. Ég ætla að vona að þetta eigi við íslenska handboltalandsliðið þegar kemur að EM í handbolta. Það styttist í það stórmót, það er haldið, Aron, hvað er það haldið? Serbíu? Nei. Jú, Serbíu. Serbíu. Herðu býtu, má ég sjá, tala eins? Halló? Nei, það heyrist ekki í þér. Hörðu þau? Nei, það er ekki gott, má sjá. Ég á að kunna þetta hérna, má sjá. Auðvitað er hann svo hæfur tæknimaður, hann er búinn að vera hérna núna í nokkra vikur, sko. Prófa að tala núna. Nei. Heiðar! Hanna, nei, má ég að tala? Auðun. Hanna, herðu, kallin er búinn að græða þetta. Og það er komið ljós. Tæknimaðurinn Auðun. Herri, já, þetta er haldið hvað í Serbíu? Serbíu, já. Er það ágætt að segja eitthvað svona velkomin? Jú. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Aron náttúrulega Kjúli er svona homie í þáttarinn, sko. Það er eitthvað brenglað við að þú sért að kalla hann Kjúla, sko. Já, Chicken Bill. hann er svo ungur. Ég var nú í opnunarþættinu, manstu. Það er hár rétt, þannig að þú ert að koma hérna í annað sinn. Já. En hvernig gekk ykkur út í Danmörku? Eru þið með gott lið núna? Já, já. Ekki? Vantar enda kónginn. Já, og vantar Óla, hann verður ekki með á EM. Nei, hann var að koma på meiðslum, þannig að hann fær frí í þessu móti. Ok. Það verður Dúra Nóna með. Dúra Nóna er held ég að koma tilbaka. Gummi Hrafnkels í markinu. Þeir minn ákveður ekki að fá Dúra núna. Það er Thierry Henry, Paul Scholes og Nákvæmlega. þetta er endur koma gömlu mannuna. Hvar er hann núna? Ég held að hann hafi bara verið að hætta í fyrra, bara 44 ára eitthvað, að spila í þriðjudeildinni í Þýskalandi eða eitthvað. Já, var hann ennþá að spila? Ég held það. Já, ok. Það er Helgi Kolviðs handboltans. En þá spyrir maður líka, á hverju kemur hann ekki heim? Talar hann íslensku? Ég þekki hann ekki. Ég var alltaf bara 6 ára þegar hann var í landsliðinu, sko. Já, takk fyrir að minna með á hvað ég er og hann gammal líka. Þetta er samt svona Dúra Nóna. Hann fekk svona eiginlega bara íslenska ríkisborgarréttin í einhver svona serjóspakka réttur í stórbót. Það var mjög þægilegt. Hann var alltaf að skora á Akureyri. Herru, fáum hann í liður. Hann var náttúrulega svo flottur líka. Þetta er bara, ég held þessi fyrsti bara blökkumæðurinn sem ég hef séð bara, þú veist, og bara svo flott að hafa hann í liðinu. Já. Er þetta fyrsti blökkumæður sem við séð? Fyrsti blökkumæður sem ég sá, þá var ég 17 ára. Já, ok. Helviti ferðaðastu. En það er reyndar, já, náttúrulega Ívar Webster og fleiri hérna. Ég er að djóka. Comedy. Þetta var joke. Herðu, það er reyndar eitt með, sko, það sem var svo flott með hann, þá þegar hann var að skora á Akureyri og bara með henduna svona út að gefa öllum fæf. Hann kannski gefið fæf í báðum stúkur minu. Og svo breiðan fann. Lengstu hendir bara í heimi. Þannig að, já, erum við með sterkt lið þó að vanti kóngin, Óla? Já, já, við erum náttúrulega með alveg topp leikmenn hérna. Já, unnum við alltaf núti, hvernig var það? Nei, jafntefli, sigur, tap. Fyrir hvernig töpuðu? Dönum. Dönum, ok. Eru Danir góðir núna? Já. En við erum samt ekki með þeim í riðli, við erum með norðmönnum í riðli, ekki? Erum við mikjar? Já, það er eitthvað sem þarf að vinna þá á norðmenn. Hvað er erfiðastu leikinnir í riðlinum okkar núna? Þetta er eiginlega allt mjög sterkt, sko. Já, gamla svari. Taka gamla svari. Allt góð lið. Nei, hérna, Króatarnir eru þarna. Það eru svona sterkasta liði, svo Slóinarnir og Normenn. Er Balic í Króatíu? Já. Já. Er hann ekki meiddur?
Nei. Hann spila bara ekki nú meðslinn eða ekki? Hann góður maður. Hann samt alltaf mittur í æfingarleikjum og svona, svo það kemur stóra sviði, þá er hann mættur, sko. Já, það maður sér, það nettur Berbatov í honum. Hann vil bara vera á bekknum með sígarettu. Er hann ekki meira svo Tom Hardy í Fighter? Það er bara búið að brjóta á honum alla útlim og hann frá að berjast. Já, hann með þetta samt, hann svalur. Hann alveg með þetta, sko, ég man bara að spila mótum á, EM 2010. Já. Á sama hótel og hún bæðilega býði til rútuna, þá var hann bara í síkóherbygginu að fá sér 1 og 2. Hvað í einu? Já, við alveg með headphone-un hérna bara hlustandi á eitthvað brjála rockalegt fíli klár. Hann bara rólegur í síkóherbygginu með aðstæðþjálfara. Óla skoða litina í rútunni og allir þvílið einbeittir. Það er enda leiðilegt að vanta Óla, hann nú ekki mistað stórmóti lengi held ég. Hann er búinn að vera með á síðustu. Las ekki eitthvað rétt, eitthvað 17-18 stórmót. Það er náttúrulega stórmót líka á mánaðarfresti. Já, nákvæmlega. En hvað, það er náttúrulega núna, erum við öruggir á Ólympíuleikana? Hvernig virkar þetta? Nei, ok. Við erum komnir í kvalið fyrir Ólympíuleikana og svo raðast það núna upp eftir EM. Ef við vinnum EM og þessar reglur sko, ég veit ekkert hvernig það eru. Það er eitthvað, ef við vinnum EM og einhver lið eru í topp 5 líka, þá erum við öruggir. Já, ok, skilji. En þetta er ekkert svona eitthvað topp 7 eða topp 5? Já, það var hérna á HM. Ég held að topp 6 eða 8 hafi farið sjálfkrafa í kvalið. Meistararnir fóru sjálfkrafa á Ólympíuleikana. Það verður nú gaman að fara á Ólympíuleikana, manni. Þegar þú varstu með á síðustu Ólympíuleikum? Nei, þeir voru ári og snemma. Já, ok. Heyrðu hvað hann er samt vanur að segja kvalið? Það er qualifications, eða ekki? Forkeppni, fyrirgefðu. Kvalið, ég veit að hann er kvalið í vor og eitthvað. Ég vildi ekki eins og spyrja hann hvað þetta þýtti. Ég er bara svona, kvalið. Þú veist hvað það þýtti, kvalið. Nei, ég sver það. Ég er bara svona að kikka í kolli. Já, kvalið. Auðvitað. En ertu ekki feskur, Aron? Jú, mjög. Hvenær farið þið út? Laugardaginn. Farið núna bara næsta laugardag? Landsleikur á föstudaginn. Já, Ísland-Finnland. Ísland-Finnland, stórleikur. Og það er splunkunýr Lexus fyrir þann sem getur hringt inn og nett með 2 leikmenn í finnska landsliðinu. Nei, má ég vera með? Ég veit ekki svo. Veistu ekki neinn? Geta Finnar eitthvað í handbolta? Þeir eru fínir, þeir eru nokkra leikmenn sem eru ágætir. Jari Littmanninni, hann er ekki í hotninu. Lordi í gaurinn hann. Já, Lordi. Þeir eru í vörninni. Þeir eru svona klappstýr utan, Lordi hann bara. En já, það er þetta frítt inn og við hvetjum náttúrulega alla til þess að kíkja í höllina og stiðja strákana og verður þetta ekki föstudaginn? Jú, föstudaginn. Klukkan? Bara á föstudaginn. Já, bara á föstudaginn. Þetta er 7:30, einhvern veginn þá. Ég fór og fekk mið á hann sko, ég var að fylgjast með honum Björgvinni, Páli og Sverri áreita í Kringlunni. Varst þú ekki áreita líka á hann? Jú, ég var bara kom beint hingað frá Arion banka í Hafnarfirði. Já, varst áreita í Arion banka? Já, þeir eru sponsaðir svo vel sko. Það er eitthvað sem ég ger aldrei aftur, það er áreita í Arion banka eftir að skrifa undir lánið fyrir pappa. Þú ert að hlusta pappi, aldrei aftur. Nei, herðu, Aron Hansson verður þetta með okkur í, já, tekur ekki góðan klukkutíma með okkur? Ég hef ekkert að gera. Fíla, hann ætlar að vera með okkur Björnsæðin í dag. Við viljum að fá núna lag sem ég veit að, já, allavega Hjöppi, Egill og fleiri verða mjög ánægðir með. Þetta er Pitbull eða? Þetta er þessi vitlýsingur. Ert þú að fíla? Aron, ert þú að fíla Pitbull? Nei, ég get ekki sagt það. 957 á FM 957. Það er þriðjudagur, hvað er ekki? 10. 11. Og já, Björn Bragi er með mér hérna, sögum veikinda Sveppa og Aron Pálmason, handboltamaður er hérna líka og við erum í miklu fyrir og ég var að þekkjur ekki reglur, Arjón Pálmason, það er geðveikt. Þeir ættu nú að borga eitthvað fyrir það. Já, ég ættu nú ekki að næst mér í góðan auglýsingarsamning alltaf. Arjón Pálmason spilað fyrir íslenska handboltalandsliðið. En hérna, já, við vorum að spæja að henda þér hressu innkominni. Ok, æðislegt maður. Já, og þetta er eitthvað sem allir sko gestir mínir hafa þurft að gera. Það er að því að hérna, það var oft í galnabóði í Kanada, þá verið að tala um bara svona hressa útvarpsmanninn og FM eru snillingar í því. Það er bara svona tjing, hvað er að frétta, ég er að bakka með fulla bíla tónlist, eftir stuttbuxum og druglaður, eitthvað svona bara fáránlega hress og allt að gerast. Og reglur eru þannig að þú þarft að taka heila innkomu, bara þú einn, í 1 mínútu og vera eins hress og getur. Ég veit, mínúta er svolítið langt, sko, en það er það sem gerir þetta svona pínu vandræðalegt. En menn, þú ert ungur, hress strákur. Það getur ekki vælt yfir neinu, sko, ég var látið að taka þetta á ensku hérna, það var bara versta upplifun lífsmíns. Já, reynda var það skellulegt, Björn. Það var samt ekki svona skellulegt, en það var vont. Sko, ég upplifði fátækt í Svíþjóð með fótboltanum mínu og þetta var verra. Fátækt í Svíþjóð? Þegar pabbi var að vinna í klósettpappisverksmiðjunni Modo. Það eru tímar sem ég ætla ekki bara út í. Hvar var hann að vinna sér? Modo. Já. Herðu, hann fór, pabbi var búinn að læra að vera flugvirki, flutti til Svíþjóðar, hann ætlaði að fara að vinna sem flugvirki. Herðu, það var enga vinna að fá þannig, hann var að vinna í einhverja klósettpappisverksmiðju og ég át hrísgrjón og pulsu öll kvöld. Þetta er einhver versta ár ævið minnar. Páll Óskar sko fór til Sierra Leone að upplifa einhverja fátækt, þú fórst til Svíþjóð. Pabbi bara vinna í einhverju verksmiðju. 10 ára gamall, brjálaður, að ég fekk ekki Gameboy. Herðu, en já, Aron, þú mátt alveg, ert að skrifa eitthvað á blaðið? Ég er að reyna það, já. Finn einhver stikkur hérna. Ok, en þetta er sem sagt, þetta er mínúta og, þú veist, þú bjargar
Magga bara með þvílíkur hestleika. Einar maður sjá hvaða lag næst. Herru, lagið okkar Björn. Ég seti það ekki eins og inn. Við erum að fara að spila Video Games með Lana Del Rey. Þannig að þú endar á að segja, en við skulum fara hérna yfir í mjúku tónana. Lana Del Rey, Video Games. Er ég að fara að taka þetta núna? Já. Viltu ekki gefa mig smá að skrifa niður? Nei, þú átt ekki að vera komið. Þetta á að vera freestyle, sko. Þú varst að láta mig fá blað og penna til að skrifa þetta. Herru, taktu hérna, hafðu séð og heyrt þarna til liðsjónar. Þá getur þú tekið eitthvað svona, já, við erum hérna með... Nú getur hent í inn. Logi Geirsson, vinnuðinn, hann tók hressingum og ég sagði hann, herru, þú mátt alveg vera með eitthvað stikkorð og svona og það hjálpar aðeins. Hann bara, ok. Herru, hann var með tilbúna mínútu. Hann skrifaði allt sem hann ætti að, hann las bara upp, bara. Djöfulllega vel gert. Já, en það má ekki, þannig að ég ætla bara að fara að henda þér í djúbulegin. Ertu tilbúinn, hérna, hlustundu góður, þetta er Aron Pálmason, handboltamaður, sem hrikalega hress útvarpsmaður í 1 mínútu. 1, 2 og byrja. Já, góðan daginn, kæru gestir, við erum hérna saman með ykkur á FM 95 blöð. Það er alveg, eins og þið kannski séð í dag, að það var alveg hræðilegt veður og hef ég ekki upplifað annað eins bara í mörg ár. Við erum að tala um það að það er landsleikur á föstudaginn í handboltanum Ísland á móti Finnlandi. Ég ætla að vona að allir sjá sem fær til að mæta því að við þurfum með íslenska landslið þar ykkar stuðning til þess að landa þessu sigri. Auðun Blöndal hérna á móti mér og Björn Bragi á hægri hönd. Við erum hrikalega feskir í dag á þessum ógeðisdegi í þessu veðri. Við erum að tala um það að Örn Árna, leikari, fór í bobba áramótin. Það er á hreinu, hann rann í hálku og fótbrotnaði. Við erum ekki að fíla það þó svo að þetta veður sé úti í dag og þá vil ég að fólk fara að passa sig. Það var líka afmælisveisla ársins hjá Sigrúnu Lilju sem að hélt 250 manna teiti og já, það er bara vonandi að þið hafi verið sem flest þar. Einhver eftir 250 mann. Helmilegt maður. Það var komin mínúta. Já, strákjað. Já, þú byrjaði vel. Þú ættir að leika hans meira með hann, þú varst að byrja þetta frábælega. Svo fórstu bara út í það að lesa sig og heyrt. Já. Björn Bragi á það. Þetta var bara hugmynd. Já, ég veit það. En herðu... Ég meina, byrjaði vel. Ég er búinn að skrifa veðrið ömulegt og landsleikur á föstudaginn. Ég náði því og það var svaka fínt. Svo bara leit ég í kringum mig bara, já, auðvitað á kantinum og Björn Bragi hinum megin. Ég held að þetta væri svona minnisblað sem gengur með bara landsleikur á föstudaginn. Veðrið er ömulegt, klæddu þig vel. Þetta er svona svo fyrstu 4 dagarnir á nýja árið, þá er alltaf bara, herru, hvernig varst þið skaupið? Það segir alltaf það sama. Við glemdum að tala um skaupið. Já, nei, við ætlum að gera næst í febrúar, mástu. En hvernig fannst þér skaupið, Aron? Bara allt í lagi. Já, vá, hvað var samfærandi? Þið fannst ekki enn lögumulegt? Nei, þú veist, ég segi held ég alltaf það sama. Já, allt í lagi og svona nokkur atriði sem voru góð og önnur bara svona ekki spes. Já, ok. Keyptirðu mikið af raketum? Ekki neitt. Nei, ég held að þú væri akkurat svona típan sem þú sprengja alveg upp. Ég og félag mín eða frekar í kaupum eina í viðbót einhverju öðru heldur en flugvildum. Já, ok. Herðu, ekki vera að brenna peninga frekar. Er þú raketu maður, Eiti? Herðu, ég var það ekki, en svo var hérna Sverri Bergmann, hann var með okkur áramótinu því að foreldrar hans búa hérna fyrir norðan. Já. Og hann var að spila einhverju giggi daginn þar sem hann fikk borgað í flugveldum. Og hann var eitthvað svona, einhverjir menn sem átti einhverja tertur handónum og spurði bara með ekki borgaði bara í flugveldum og Svessi náttúrulega svo líp og hann bara, jú, ekkert mál. Þú veist að ég er að vinna hjá 365, ég fæ borgað í flugveldum. Já, ég veit það. Öll mánaðamót. Þú voruð með rosalegt. Félagi minn fekk sko útborgað í flugveldamiðum til þess að selja. Já, ok. Það er enda verið. Þannig að hann fekk einhverja tertur og ég verði að viðurkenna, ég fekk delluna þessa áramót. Djúðast með gaman að kveiki í þessum þar. Það er því að þú ætlar ekki að þroskast. Það er enda hárrétt þér. Það er eitthvað sem að bara... Var ekki slæmt veður eða? Nei, já, gott veður áramótum. Hvar varst þú eiginlega? Ég var bara heima. Það var í Hafnarfirði. Það er út á landi. Skýta við þar. Herðu, við ætlum að fá hérna Lana Del Rey með Video Games aðeins að róa þetta niður í þessum snjóstormi og svo hér strax á eftir er sem ég gerði í dag og já, menn virðast vera eitthvað pirraðar í umferðinni því ég náði að æsa einn mann sem svínaði mig illa hérna. Heyrum það hérna rétt á eftir. Já, þið erum að hlusta hérna á Lana Del Rey, lagið Video Games í miklu uppáldi hjá okkur Björsa. Aron, hvernig finnst þér þetta lag? Bara mjög flott. Það ekki? Jú. Hvað er í iPodunum hérna hjá ykkur strákunum í landsliðinu? Er þið allir með svipaðan iPod eða? Og hvað ert að hlusta fyrir leiki? Ég fyrir leiki, það er bara misjætt. Ég er svolítið mikið í svona hip-hopinu sko. Já. Það er ekkert margir í því hérna í landsliðinu. Jay-Z og svona? Jay-Z og Kanye West, Drake og þetta. Hver er með versta tónlistarsmekkin?
Veistu, ég bara veit það ekki. Ég þekki ekki iPod-ana hjá þeim öllum, sko. Nei. Hvað er Óli Stefán hlust á? Jú, hann er með fiðlur? Já, hann er bara með einhverja fuglasöngu og eitthvað kjaftaði, sko. Já, það kemur ekki óvart. Eitthvað svona vera róan og eitthvað, sko. Og svo þegar hann ætlar að pumpa sig upp, þá situr hann á Sigurós. Já. Það hó alveg bara, situr á Cyclope og alveg fyrir allt í gang hjá hann. Það er rock hjá Óla Steff, bara að fá Sigurós í gang. Já. Herru, Björnsi, þú varst með eitthvað hérna á Aron, hann var í viðtali við Monitorinn daginn, eða? Já, við vorum að ræða kvennamál. Já. Og það að Aron, eða Arjón, eins og ég kalla hann. Arjón Pálmason. Sé á lausu. Nei, við vorum að redda fyrst auglýsingarsamning. Já, reyndar, það er rétt. Græði það eftir. Já. Herru, hérna, þetta er allt þaulhugsuð svör hjá honum, sko. Þú veist, hérna hann spurður í viðtalinu, sko, fylgir þessu kvennhylli. Þá segir hann að það vita náttúrulega allir að það fylgir því athygli að komast í handboltalandslið og maður finnur fyrir því. Ég væri að ljúga ef ég segði eitthvað annað. En ég er auðvitað á lausu, svo þá er kannski auðvitað fyrir stelpur að gera eitthvað. Og svo í myndbandinu segir hann eitthvað svona, já, ég er nú búinn að vera á lausu öll þessi 3 ár, kannski breytist árið 2012. Hann er að opna og hvernig dyr það. Já. Hann er að opna glugga. Maður verður að viðurkenna það. Já, ég meina, þú veist. Já, ég meina, leiðist þér að úti? Aron? Já, ég var alveg komið fyrir að maður hefur komið heim úr einhverjum löngum ferðum og dotti bara einn heim og bara, æðislegt. Allt dimmt og leiðilt. Já. Kveikir ekki bara? Jú, stundum ger ég það, jú. Já, en nú ertu hérna, ég ætla ekki að láta þér ráðna hérna, ég meina, þú ert myndalögur maður og ert að spila fyrir besta handboltalið heims, þetta getur nú ekki verið allt of mikið challenge fyrir þig, það? Ungur, hraustur, drengur. Ég er allavega ekki búinn að finna einu rétti. Við ættum kannski bara að opna fyrir síman og spyrja stelpunar. Opna fyrir síman? Já, endilega. Getum við ekki fundið einhverja bara gegnum síman fyrir mig? Jú, væri það ekki. Það verður svo fallið saga. Ertu ekki með Twitter? Getur hún ekki hendað Twitter bara mynd og... Já, skoða þetta þannig. Hvernig kynntist þið? Já, það var nú bara hringt inn í FM 957 og hún var bara með svo fallega rödd. Já. En hvað hérna, ertu sem sagt ekkert búinn að eiga neina kærustu í 3 ár núna? Bara síðan ég man eftir mér lengsta samband var held ég þegar ég var fyrst ári framhaldsskóla, 2 mánuðir. Ertu svona lokaður, Aron? Já, það er erfitt að brjóta múrin. Já, en það var allavega stelpunar hann að þið vitið þá úti að hún er leiðist, þannig að það er að gera að tjekka eins og því. Mér langar bara í kærustu. Já, en það er vesen. Nei, þetta er alltaf steikt. Nei, hvað ætlar að gera? Hvað, er þetta óþægilegt? Nei, alls ekki, þetta er mjög fínt. Nei, þetta er mjög fínt. Nei, herðu, það sem ég var að spá að gera núna, á ekki að spila fyrir ykkur aðeins sem ég gerir þetta. Ég ætla að reyndar, ég ætla að hendi í stöðurauðlýsingar, svo komum við hérna aftur með gott at og ræðum betur við Aron. Við ætlum líka að fara hans í símaskána hans og leika okkur hans með hana. FM 957 og Dale Carnegie. Á hverjum degi heyrið þú að fólki sem skarar fram úr í viðskiptalífinu, íþróttum, fjölmiðlum og sviði menningar og lista. Margt af þessu fólki hefur sótt þjálfun Dale Carnegie. Vilt þú vinna þér frýtt námskeið hjá Dale Carnegie á Íslandi að verðmæti 150.000 krónur eða iPad spjaldtölvu? Farðu þá inn á Facebook síðu FM 957 og kynntu þér málið og skráðu þig á kynningarfund Dale Carnegie. Upplifðu Dale Carnegie á 60 mínútum. Ókeypis og án skuldbindinga. FM 957 og Dale Carnegie. FM 957 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Fáðu þér ferskt, hollt og bragðgott singarsalat og skolaði þið niður með svalandi Egilskristran fyrir aðeins 899 krónur. KFC, svo gott. Og hollt. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Það er nýstyrnið Jessie J. Er þetta eitthvað sem þú hlustar á, Aron? Vistu að vilja þessa? Ég veit ekki bara hver þetta er. Nei, ok. Þetta er tónlistakona frá Breitlandi sem er að gera ágætis hluti, held ég. En herðu, ég talaði áðan að ég ætla að spila fyrir ykkur hérna at sem ég tók upp fyrir í dag og já, ég er búinn að taka eftir því að menn er orðnir mjög tæpir hérna í umferðinni og það var mjög skemmtilegt á leiðinni í vinnuna. Þá var svínað á mig og ég seifaði bílnúmerið á görnum sem að svínaði mig fyrir mig. Þetta var nú neitt ekkert alvarlegt, sko. En ég fór svona að hugsa að gæti komið eitthvað út úr þessu og ég hringdi í mannin sem að svínaði fyrir mig og ég ætlaði nú að reyna að breyta röddinni en ég breyti nú ekkert mikið og ég ætla að leyfa ykkur að heyra þegar ég hringdi í gaur hérna sem að svínaði fyrir mig fyrr í dag og við skulum bara sitja hérna. Halló? Já, góðan daginn. Ég ætlaði að það getur verið að þú sért eigandi á bíl með númerið KJ. Já. Herru, ég hérna ætlaði svona bara aðeins að láta það vita að þú mætti kannski vilja líta í baksinni í speglarna svona rétt ára og skiptur akrein, drengur. Varst ekki að keyra á Miklabrautinni rétt á hann?
Jú. Já, það var svona, það munaði sentimeter að ég hefði bombað á þig út af asnaskapnum mér, ég ætlaði bara svona að láta þig vita. Vilt kannski líta í baksinni í speilin eða nota hliðarspeglarna svona rétt áður og skiptur akrein? Það keyra eftir mér. Var ég að keyra eftir þér? Nú, hvað heldur þú? Þú varst næst ég búin að bomba á mig og það var mér að þakka að ég lendi ekki aftan að þér. Og ég ætlaði bara að ringi þig og láta þig vita svo að lendi ekki einhver aðrir í þessu og þetta endi illa. Það er nóg erfitt að keyra í þessari færði eins og hún er núna. Og klestir á? Klesti á? Nei, það var að því að ég náði að bomba niður, þess vegna klesti ég ekki á. Það var ekki þér að þakka. Þess vegna er ég að ringi þig svo að verði ekki eitthvað vesen. En af hverju ertu að ringi mig búin að fletta upp núna? Það er bara svo að lendi ekki einhverjir aðrir í þessu. Þú ert keyrandi svo svín. Þú svínaði fyrir mig og ég nenni ekki einhver annar bombi aftan að þig. Ég er bara orðin þreyttur á svona djöfisins fíblaskap og svona hálfvitum í umferðinni. Þannig ég vildi bara bjalla á þig og aðeins svona að vara þig við og svona reyna að hjálpa þér aðeins. Ertu ekki læk? Reynda að keyra bara eins og maður og þá eru allir góðir. Það er eina sem ég ætla að segja. Það er allt í lagi með mig en það er líka mér að þakka. Mér væri drullu illt í hálsinum ef ég var ekki svona góður akstursmaður. Eða ökumaður. Áður en þetta gerðist það? Var alltaf lægi með áður en ég svínaði fyrir, ég heyrist ekki sko. Nó, heyrist þér ekki? Ertu að reyna að snúa sig upp á mér? Reyndu bara að keyra eins og maður. Þá er allir sáttir hérna og þá þarf ég ekki verið að ringi þig. Ertu að grínast? Nei, sástu ekki silfurlitaðan Audi fyrir aftan á hann? Nei. Nei, ég er ekki að hissa. Notaðu speglana. Ertu fáiði? Nei, það er ekki ég sem er fáiðin í þessu máli hérna. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Herðu, ég ætlaði ekki að vera með neitt dónaskap hérna. Reyndu bara einbeita þér í akstrinum, það er slæmfærð og drullastu til að nota speglana og þá verður ekki keyrt aftan á þig. Það er bara þannig. Haltu kjafti núna. Haltu sjálfi kjafti og notaðu bara speglana og þá keyrir enginn aftan á þig. Þú veist ekkert okkur ég var að flýta mér að hvert ég var að fara. Nei. Þú bara hafa skilning á því. Herðu, mér er alveg sama hvert þú ert að fara og hversu mikið þú ert að flýta þér. Drullastu til að nota speglana og þá eru allir sáttir. Þú ert að hafa gáðað að fíbli með að ringa svona. Er ég búin að, nei, það er þú sem ert búin að gera það fíbli með akstusa hæfileikuðunum hérna í dag. Og það er, herðu, hvað eru gert það verið með barni í bílnum? Heldur maður verði ekki pirraður? Ég átti kannski ekkert að vera að ringa í þig en ég bara gat ekki að setja á mér og ég reyna að hjálpa öðru fólki sem er í umferðinni. Hvað þú er? Ég var ekki með barni í bílnum, ég hafði alveg getað verið með það. Það gerðist ekki þig, þú þurftir að bremsa. Nei, það er mér að þakka, það gerðist ekki neitt, það er ekki þínum hæfileikum að þakka. Einbeittu bara akstrinn í framtíðinni, kallið mér, þá eru allir sáttir. Það er allir sáttir þá. Ég nenni ekki að tala um að fáiði svo þig, sem að hafa fyrir því að hrettu upp skráðu fyrir bílum. Einbeittu bara fucking akstrinn, þá þarf ekki að ringi þig. Það er eina sem ég ætla að segja. Hafðu það rosalega gott. Halló. Já. Fyrirgeðu, ég þú reyndar svínaðar á mig áðan, ég heiti Auðun Blöndal og var á gráum Audi yfir aftan þig en ég er með útvarpsþátt sem heitir FM 95 Blö. Já. Og ég ætlaði bara, þetta var svona, þetta átti nú að vera nettu símar eitthvað þó svo það er nú, þú er svínað á mig en það eru engin leiðiti og þú ert engin fáiði og... Ég nenni ekki. Og þú veit ekki hvað ég var að fara en hvernig ég var að býta mér. Herru, þetta var ekkit alvarlegt sko. Þú bara... Og þið er ekki lent í keila, þetta er blessa, ég nenni ekki að tala við þig. Nei, ég er að segja að þetta var... Halló? Já, þannig fór svo sjóferð en já, ég hringdi nú aftur í manninu og ég fekk nú leyfi fyrir þessum hrekk þannig að hann nú aðeins búin að róast. En þetta er sko, það er mjög erfitt að keyra í umferðinni núna. Fólk er sturlað í umferðinni. Já, það er líka, ekki bara allir orðið pirraðar á þessu veðri og sem viðbjóðu það. Jú, ég líka, þú veist, það er ekkert gaman að fá svona síntal. Nei. Það er bara ángra fólk. Og eins og hann sagði líka, ég meina, hvað ef hann kannski var með veikt barn og dreifðis upp á spítala? Það var ég sem sagði að það var með barn. Nei, hann sagði, þú veist ekkert hvað ég var með að gera. Þú veist, þú bara... Ég hlusta ekkert, leiði, ég heyrði að hann var aðeins komin á HSE, þá bara dritaði ég á hann. Þetta er verið í fallinu myndaðil, leiði og þinnu punktinn, að þú getur hamraða, þá verður það nýta þeirra. Herðu, ég byrðist afsökunar, ég veit hann er að hlusta, ég veit ekki hvað hann heitir, en ég vona hann hafa það sem allra best í dag og ef hann er í umferðinni núna, þá ætla ég að setja á eitt rólegt og fallegt lag fyrir hann Eddie Vedder. Takk hjá Eddie Vedder sem er einmitt söngvari Pearl Jam, sem var bara ein mín uppáhaldsljómsveit sem úlingur. Er þið Pearl Jam aðdáendustrákar? Árið 1972, þegar þú varst úlingur. Þegiðu, Björn. Nei. Pearl Jam, betur hver er það? 1994. Herru, þeir eru ennþá að. Það eru snillingar. Ég er einmitt að fara tónleika með þeim sumar. Okay. Í Danmörku, í júli. Herðu, Aron, þú átt að hafa æfing núna, þú veist frí á æfingu. Já. Ég ætla að spyrja, hvernig nú eru það 3 daga móti, veit ekki?
Jú, ég fekk ekki frí til þess að koma til þín, sko. Nei, við gerum alveg fyllilega grein fyrir því. Þú kennst ekki á æfingu, ég verði þar í nýju glöðu. Þú verður samt alveg getað logið því að hlustundum. Gummi bara, herðu, Ötti var að ringja og þú ert að fara. Já, strax, við þurfum að plugga þessu móti. En hvernig er skrokkurinn á þér? Hvenær byrjar EM? Það byrjar á mánudaginn, held ég. Já. Mánudaginn bara nú næsta? Já, móti byrjar á sunnudaginn, þá er opnuleikurinn, 15. Ok. Fyrsti leikur Íslands á mánudaginn. Vel gert, Bjössi. Takk. On top of things. En að ég var að spá ég var að keppa alltaf í körfu þegar ég var úlingur. Svo ég haldi nú áfram að tala þegar ég var úlingur. Og ég man bara, ég var það degi í skroknum, þá var ég kannski 13 ára. Hvernig ertu sem fullorðinn maður út að keppa 3 leiki á 3 dögum og ert svo að fara í stórmót? Það er ekki að hvíla ykkur aðeins? Jú, við fengum að ferðadagur í gær og fengum frí í gær. Og svo fengum við nokkru leikmenn frí í dag. Já. Þannig að, og ég var einn af þeim. Svo leikur á föstudaginn? Leikur á föstudaginn og það verður svona eftir semi-rólega fram á honum. Já. Svo leikurinn og farið út á laugardegi. Ok, ef þú ættir svona að tippa, hver heldur þú að verði Evrópumeistarar ef þú mættir ekki segja Ísland? Og hvað er svona liðið sem að þarf að sigra? Er það Frakkarnir ennþá? Já, þeir eru bara ágíslega góðir. Já, þeir eru fáránlegir. Óþolandi. Þeir eru alltaf með einhverju gaur í hotnunum sem svífa bara. Já. Luke Abalú. Já, nákvæmlega, hann. Þú veist að þú góðum. Ég var til að vera með þér í Gettu betur. Ég ætla bara að skjóta inn staðrindum núna, ég ætla ekki að segja þetta. Bara koma alltaf með staðrindir, þú heyrir hvað við erum vitlausir, Luke Abalú strákar. En það er reyndar, hafið tekið eftir, kannski, svo ég spyrði þig líka, Aron, þegar ég er að horfa á svona stórmót, þá finnst mér svo pirrandi, þegar maður horfa á íslenskan landslið, það er alltaf eins og að það sé svo miklu léttara fyrir öll önnur lið að skora, heldur en okkur. Er það bara bull í mér? Það er alltaf eins og allt gangi upp einhvern veginn. Mér finnst það eins og bara alltaf þeir við erum svo eins og CVSN að skora. Já, það er kannski ekki bara, er ekki þegar þú heldur svo ógeðslega með okkur. Já. Kannski það er eitthvað þannig. Já, en minnst það ekki fallega sagt við Ísland? Nei, við erum búin að ná stórkostlegum árangri. Þetta er örugglega bara stress eða eitthvað. Það er líka kannski, sko, það er enginn hjá okkur sem er yfir 1.90 nánast þannig fyrir utan, sko. Hin liðin eru alltaf með einhverja 2 metra gæði sem að stundum taka auðvitað mörk bara og hamra hann á 11 metrum, sko. Við þurfum alltaf að vera með þvílík kerfi og stimpla okkur í gegn og... Hver er stærstur í okkar lið? Óli Steff held ég. Ok, og hann er ekki með núna? Nei, hann er 2 metrar reyndar. Akkur eru Íslendingar svona lágvaxnir eða? Það er málið, Bjössi. Ég veit ekki, staðarindir. Meðalhæð íslensku karlmanns er 1.81. Það er ég undir meðalhæð, ég er 1.69. Hvað ertu hár, Bjössi? 1.27. Þegið. Nei. En þú, Aron? 1.93. Já, ok, 1.93. Við erum nú samt... Hvað er þú, 1.72? 1.79. Herru, býtu, hvað heldur ég sé? Bara 40 og 1.70? 41 árs og 1.70 hæð. Þú rugglast á mér og Sveppa sem er heima veikur. Hann er 3 árum eldri en ég og 10 cm minni. Við sendum með mitt baráttukvæður og hann, Sveppalingurinn er heima pípandi og verður mættur enda með mér á föstudaginn. Þá eru að fara á Selfoss. Það eru nú 4 að fara á Selfoss. Ef þú komist. Já, það er enda skelvilega. Færið núna. Já, ég var á leiðin á Selfoss í gær og ég þurfti að snúa við. Já, það ætla að vera að taka upp þáttinn. Já, hann er í einhverju lausu lofti. Nei, við tökum upp þátt á Selfossi. Ok, en hvernig með þig, Aron, hefur þú komið á Selfoss? Ég þarf að búa til eitthvað. Nei, borgarbarni, ég hef aldrei farið út fyrir. Hann þjama bara á 800 bar. Já, það er svona eyður ræður ríkjum. En við ætlum að hoppa hérna í stuttar auglýsingar og svo varst ekki með eitthvað svíja sem þú vilti hringi í símanuðinum. Jú, sem að þú vildi hringi mennur. Já. Jú, skulum henni. Hvað heitir hann? Kim Andersson. Kim Andersson, þú vilt meina að þetta sé besti handboltamaður Svíþjóðar? Já, og bara með betri heimi. Já, eins og ég sagði ykkur aðan þá bjóð ég við fátætt í Svíþjóð og bjóð það rétt ár. Ég ætla að reyna á sænskuna, ég hef ekki reynt hana lengi. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Fyndið, konur einhvern veginn skiljið ekki, það voru svona... Aldrei myndi ég verið inn á klofin á mér eitthvað. Bananar eru líka sagði góði við sinnadrætti, en það eru þeir stútfullir af bætiefnum. Út af bætiefnum. Já. Ég lifi bara því herrans ári 2001. Það er gott að vera minna til að leiðrétta þig. Magasín, alla virkamótna á FM 957. Stílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Í dag er þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos 58 1 2 3 4 5. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Með öllum námskeiðum í Dansstúdíó JSB færðu frían aðgang að tækjasal. Skráðu þig í síma 581 3730 eða á jsb.is. Dansstúdíó JSB. Hefurðu smakkað smoothie? Ísbúðin, Háaleitisbraut. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutinu saman.
Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu enn betri. Íslandsbanki. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Outfitters Nation útsalan í fullum gangi. Enn meiri verðlækkun. Outfitters Nation kringlunni. Dagur og klukkan orðin kortir yfir 5 þeirra hlusta FM 95 blöð hérna á FM 957 og með mér eru Björn Bragi og Aron Pálmarsson, handboltamaður. Við höfum farið yfir víðan völl hérna og munum gera svo áfram. Við viljum að hringja hérna í einn besta handboltamann Svíþjóðar eftir og aðeins að bulli í honum. En ég var að lesa hérna strákar, frétt sem að mér fannst áhugaverð. Það er að 13% úlinga, þá var að tala um í Bandaríkjunum, apa eftir bíómyndum, samkvæmt nýjustu rannsóknum. Og það er sem sagt, þetta kemur núna í fréttinar eftir að 6 einstaklingar eða 6 úlingar rændu matvöruverslun í New York eftir að hafa hort á Ocean's 11, eða sem sagt viðurkenndu það þegar þeir voru teknir. Þeir hafa gert þetta því að þeim langaði að skipuleggja eitthvað gott rán eftir að hort á Ocean's 11. Það er að banna bíómyndir. Já, annarkort að banna reyndar, Ocean's 11, hvað er þetta gömul mynd? Fyrir utan það. Hún er svona 7 ára. Átti að vita þetta. Hvað segirðu? Átti að vita þetta. Nei, ég veit ekki, hún er örugglega svona 7 ára samt. Muni ekki satt þetta gæjana sem var tekin hérna fyrir nokkrum árum. Hérna þegar það var að keyra frá Smáralindinni. Tekin á 160 og afsökununa sér lögguna sagði hann, ég var nefnilega að koma að Fast and the Furious. Já. Löggan bara, herri gamli, ok, farðu bara 180 áfram minna. Ég get lofað því, það voru nokkri selfisingar og geflíkingar sem að bara settu hjálpni niður eftir að Þetta eru fordómar. Fast and the Furious. Nei, þetta er ekkert fordómar, það eru bara mjög flotti bílar í þessum bæjum og ég er að hrósa þeim. Óli gerur Lexus. Já, Óli gerur komin á nýjan Lexus og hann er búinn að filma hann. En ég held að sé rétt hjá þér, ég meina, þetta verður fólk fyrir áhrifum af bíómyndum. En ég meina. Voru þið í þessu þegar þið voru, úlingar, voru það apa eftir bíómyndum? Ég var ekki að ræna búðir. Nei, en það er nú til fleiri bíómyndir en Ocean's 11. Þú veist að ég mann til dæmis ef ég fór á Karate Kid, ég veit ekki það langaði mér rosalega að kunna karate og var örugglega að leika mér að sparki einhverja bangsa og Turtles. Ég var sko meira Mástu þá bara með svona bláan klúti yfir andlitinu og spýtu. Svo var ég bara sendur á hæli. Varstu rottan sem var að fylgjast með? Já. En þú Aron, varst þú eitthvað í þessu? Nei, ég var meira með Bjössa vinnu mínum að við fórum alltaf út á skóla í fótbolta eða handbolta og vorum að lýsa. Við vorum alltaf Arnar Björns, við vorum alltaf að lýsa leikjum. Einn í marki og hinna svona gefa á milli og langa bolta og svo hann er kominn í gegn og hann er búinn að skora. Ég gerði þetta líka sko. Ég kannast við þetta. Já, meiri þessu sko. En þetta er eitthvað, það er samt ekki hægt að neita því að svona bíómyndir hafa viss áhrif. Sérstaklega, maður er fullorðinn maður í dag og þetta hefur ennþá áhrif á mig. Já, ég sko... Að mér langar stundum að vera eitthvað sem er í bíómynd. Talandi sko, þetta lýsa sko, ég er ennþá í því þegar ég fyrir bumbubolta, þú veist, þá vil ég vera einhver. Já, nákvæmlega. Þá er ég Adebayor frammi. Það er þetta ógeðslega sorglegt að þegar þú komur á fertugsaldurinn, það er verið að stilla í bolta og tala ekki um að þið er kannski boðið í einhvern svona fyrirtækisbolta með strákar, ég er Adebayor. Ég er Adebayor. Já, verður bara Adebayor. Mætið þú ekki í búningum eða? Já, ég er enda hann í lúði. Mæti í mannjúbúningunum mínum. Þú ert svona, þú skammast þín ekkert fyrir að vera í mannjúbúning út á götu? 0. Það er ekki til að skammast þín mér. Þetta segir þú að þú ert frá Sauðárkróki. Ég veit það, og er stoltur af þig. Já. Þú ert náttúrulega aldrei í búningum, þú ert bara í þessum leðujökkuðinum og... Ég er alltaf í einhvern dít, sér ekki ermarnar og allt maður? Alltaf í skyrtu, undir peysu. Flottur maður, við erum í útvarpi sko. Já sko, það er einhverja myndavélar hérna sem að Magasín morgunþátturinn er búin að tengja. Ég hélt að það væri í gangi sko. Já, en þetta er enda, ég teki eftir þessu að ráðurbyrsa. Þú ert mjög mikið í skyrtum undir peysunni. Já. Þetta er eitthvað sem ég ger aldrei. Er þetta eitthvað sem þú getur kennt mér? Stílistinn minn lætur mig gera þetta. Aron, þú ert eins og ég bara alltaf á bólnum bara. Já, rólegur Aron síðan svo þú. Hann er með bólinn alveg svona teigða niður sko, svo að fólk sjá í bringuhárin. Já, það og vöðvarnir alveg bara öskrandi að reyna að komast út úr bólnum. Ég reyndi að vera viðkynna það, Aron, að vaffmálið þetta er búið að tegjast vel niður. Já, þetta er orðið ég er að halla mér. Er þið ekki að jóka það? Þú ert eins og Bon Jovi maður. Það er ekki til að skamma sig fyrir. Eins og massaður Bon Jovi. Þú ert ekki með mikið af bringuhárum. Nei. Ég er ekkert eitthvað að reyna að vera einhverju vaffi til þess að sýna eitthvað sko. Það er ekki bara að sýna núna hérna kassan. Þetta er fín bringuhár með við aldur sko. Já, þú ert náttúrulega hvað ertu, 16 ára? Ég er 17 núna í sumar. En hvað ertu gammal, svona grínlaust? 21. 21 árs, þú ert á best aldri. Herðu, ég er orðinn 31 árs. Takk fyrir að spyrja. Þú varst sko að fæðast þegar Öddi var að skilja í annað skipt. Bara þegar ég var eignast með þriðja krakka þarna á Húsavík.
En þú átt ekki börn eða Aron? Nei, til það mikið. Ekki sem hann veit Nei, það er reyndar ógeðslegt svar. Það menn segja þetta. Áttu börn? Nei, ekkert sem ég veit Hver svarar svo? Og vera ekki að djóka. Já. Svona, ég er gaurinn, sko. Já, ég minna, veist, maður er farið við það. Ég held ekki. En við ætlum að setja núna á, eitt besta lag Rottweiler-hundarnir í langan tíma og svo, ég ætla að fá númer hérna hjá þér á sænska landsliðsmannum, ég ætla að hringja hann. Já. Með Blasarokka og strákunum í Rottweiler-hundum Reykjavík Belfast. En nú er komið að liðið sem er alltaf hættulegur í útvarpið því að, við erum að fara að syngja í beinni. Ég ætla að reyna að syngja Bjössi, tala þú hans að með hann, en ég ringi í handboltavinnans. Já, við erum stödd með Aroni Pálmarsson í stúdíónu. Það er allt að sjóða upp úr. Ég er samt, það er enginn búinn að ringja ennþá, eða hvað, ertu ekki að svara í símanum? Það er enginn búinn að ringja og biðja stefnumót með Aroni. Nei, en byrja ekki láta að gera það núna, því ég er að hringja í... Þú setur ágætið status á Facebook. Já, ég veit að Það er að vinna helgaferð til mín og búið 3 vikur. Já, ég veit það. Eða sko, mínar helgar eru 3 vikur. Tek svo vel á því. Ringir. Byrjum að ringi besta handboltamann Svíþjóðar. Ég er ekki hérna. Kim Andersson. Já, Kim Andersson. Ert þú ekki hérna? Nei. Kim Andersson, please svara. Svo típisku Kim, það svarar ekki. Välkommen till Eurovoice som tillhör arrogant svíi, sko. Já, maður veit. Sér eitthvað íslenskt númer eða bara eitthvað númer og bara glæta. Er þetta töffarið það? Hvernig er í þessu kýlið? Hver er svona mest í spaðinn? Ég. Já, Djók. en fyrir utan þig? Nei, það er við erum náttúrulega með, 2 frakka þarna. Já. Sem eru náttúrulega búin að vinna allt. Já. Hver eru það? Narcís og Ómægir markmaður. Já, hataður allir Ómægir. Já, hann verið allt, sko. Já. Og þeir eru helst kongar, sko. Já. En hvað, hvernig er mórallin svona? Er þetta fitta vel inn í og... Já, mjög vel, sko. Það eru flestir með, konu og börn, sko. Já, ertu langt yngstur þarna? Já, það er 1,88 en ég bondar reyndar ekkert við hann. Ok. Það er þjóðveri sem er svona ekkert ferskastur. Nei. Er það Christian Seitz eða? Nei. Dominic Klein? Nei. Ertu búinn að googla liðið hans eða? Nei, það er bara svo vel að sér í þessu. Það hlýtur að vera annað Sprenger eða Rækmann? Rækmann er þessi ungi, sko, sem ég nenni ekki að vera með, en Sprenger er bestu vinur mínu liðinu. Ok, en hvernig er af því að nú er Kiel, það er svona pínu Barcelona í rauninni handboltans, veit ekki? Það er meira mannjú. Þetta er meira mannjú handboltans? Já, það er því að þetta er svona, það er því að við erum svona í sterkustu deildinni í heimi. Er ekki talað mennskórustu deildin sé það? Já, nákvæmlega. En hvernig er þú veist, þú ert að labba götur, er verið að biðja einandraátinu, ertu mjög frægur að nota það? Þú veist, í Þýskalandi er náttúrulega fótboll 1, 2 og 3, sko. Já. En í Kiel þá er handboll 1, 2 og 3. Já, ok. Þeir eru ekkert með fótboltalið kannski? Já, þeir eru reynda með fótboltalið í 4. deild sem eru komin í 8. úrslit í bikarnum og búin að slá út úrvarslitalið. Já, ok. Það er eitthvað fárálegt, sko, en þú veist, ég er alveg þekktur þarna og svona, en... Stór fiskur í lítill tjörn. Nákvæmlega. Já, en þannig að það verið að stoppa þig og biðja áritun og... Já, miklu meira en áritun, sko. Já, er verið að elta þig? Það hefur komið fyrir að vera elt mig heim eftir leiki og svona. Nú, ok, ertu að lenda alveg í svona rugli? Já, þannig að maður hefur þá tekið einhvern veginn krók. Ertu þá bara hætti þessu, ég er bara manneskja, brjálaður? Nákvæmlega þannig. Nei, þetta er samt ekkert ekkert þannig. Maður er kannski svona, eins og þú veist, það er alltaf 90% áhorf á íslenska landsliði. Já. Maður er svona svipað eins og maður er hérna á Íslandi. Það er svona að vita allir hver maður er. Þú veist, þetta er svo vinsælt þarna. Þetta er jafn vinsælt og landslið á Íslandi er vinsælt á Íslandi. Já, í Kiel sem þetta. Og hvað búa margir hana? 250-60.000. Já, ok, þannig að þú ert í rauninni bara með þitt litla Ísland. Litla Ísland með mig bara, annað. Það er nú þægilegt. En hvað, ertu í draumaliðinu? Er Kiel svona, veist, er þetta toppurinn eða myndirðu vilja spila á Spáni eins og Óli Steff gerði eða? Nei, ég er í draumaliðinu, sko. Já. Það er svona... Það tala allir það að maður kemst ekki herra. Ég menn eins og Manjú, kemst þú herra en það? Nei, það veist mér. Gæti komist til Tottenham samt. Já, reyndar. Eða þú vilt toppinn. Reyndar eru Tottenham að spila ógeðslega skemmtilega bolta núna, hefur það ekki hana. En ertu hann góður í þýsku? Já, ég fýll þar. Ok. Þú talar alveg, já, ég minna, þú talar reyðbrendur í þýsku, ekki? Jú, þetta er alveg komið núna. Já. Það var svona, fyrsta árið var mjög leiðilt og erfitt, sérstaklega maður var bara málleysi gæinn, sko. Já, varstu bara einn úti þarna fyrsta árið líka? Já. Ok. Ég er enda að fæ mjög mikið heimsókn. Já. Mamma og pabbi koma 2 árið, eru þá í 2-3 vikur. Áttu systkini? Já. Herðu, mamma sem var að byrja með fasteignasölu.
Nákvæmlega. Mamma er að byrja fasteignasölu. Byrja að vinna okkur í fasteignasölu, nákvæmlega. Ok, hvað fasteignasölu hún að vinna á? Býtu, landhelgi. Vel gert. Ég er að segja þér að þú ætlar að keppa með einhverjum í Getur betur, þá myndi ég velja Björn Braga, hann er með þetta allt á hreinu. Ég er líka búinn að vinna Getur betur. Já. 2004. Nei. Jú. Auðvitað, hvernig vannst þú? Ertu að meina það? Ég meina það. Hefur unni Getur betur? Já, með Vestló. Eina skýt sem Vestló vann. Vel gert. Ok, helvita eftir klá. Auðvitað, við erum ekkert að... Nei, ég er enda fáralur á bleikum í trivial, en... Já, við myndum mynda 3 manna lið. Ég var í miðinni. Já, ég myndi taka dagar að Þeir eru upp á lúki. Ég var í gæðin alltaf svona að hvísla, þykjast veit eitthvað. Svona, segðu þetta. Maður var allir í því. Já, auðvitað. Auðvitað væri bara með drikk. Þannig ég man nú á króknum hérna 62. Ég myndi sjá hann skemmti að þetta er í hlið. En þekkið ekki típuna þegar ég spila aksjónari bara og svo þegar búið að segja svarið, auðvitað. Anskotin okkur fatta þetta ekki. Algjörlega. Og svo líka eins og Hugi Halldórsson, hann er mest svindlari sem ég finni í spilum. Hann er svona típa, hann veist, ég veit þetta. Þannig að ég býð bara stundum í spjaldi, ok, Hugi, hvað var þetta? Ég er búið að stela yfir mér. Þú veist, ætla að segja, ég veit þetta, þegar ég er búið að segja svarið. Það gengur ekki. Það er ekki allir svona típur. Herri, ég er að spá að spila hérna fyrir okkur lagstrákar núna sem er ekki á playlista FM 957. Heldur er þetta á netinu og ég var alveg til í að hlustendum myndi segja mig hvað þeim finnst þetta lag. Þetta er lag sem heitir Sideways með Citizen Klassalag. Þekkir þetta lag? Mjög gott lag. Þetta er svona rólegt og flott. Fæ ég svo ekkert óskalag eftir kannski? Ekki spurning. Ég ætla líka að leyfa hlustendum að hringja inn 511-0957 ef það er eitthvað sem vilja spyrja Aron Pálmason þegar á leiðin á EM. Já, These Feelings Won't Go Away syngur hann, þetta er lagið Sideways. Ég vonað hlustendur FN95 blöðs, ég jafn ánægð með þetta lag og því ég var alveg til að fá þetta í spilun hérna á þessari útastöð. En herðu, hann er hérna hjá okkur eins og flesti vita sem eru búin að vera að fylgjast með þættinum, Aron Pálmason. Og ég var að spæja að opna fyrir síman, Aron, því að hérna eins og bara þegar þú og Eiður og fleiri svona íþróttamenn koma, þá er margt sem að mig langar að spyrja ykkur. En svo eru ýmislegt sem ég gleymi, þannig að endilega hringja í 511-0957 ef það er eitthvað sem þið viljið spyrja einn fremsta handboltamann landsins að. Ertu klár í það? Og heimsins. Já, og heimsins. Staðreynd. Herru, tekum á sig þetta. Staðreynd frá... Kemur frá mér, já. Það er algjör staðreynd þarna, sko. Herru, FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Mér langar bara að segja gangið vel, Aron. Takk kærlega fyrir það. Já, takk fyrir það. Það er nú fallegt þar. Er eitthvað sem þú vilt spyrja strákina? Ég man ekki eftir henni fyrstu. Nei, ok. Það er nú bara ég á ból mest honum. Hann er búinn að árita hann líka. Ok. Stór aðdáandi þarna á ferð. Hvernig ból? Landsliðsból sem er frá Ólympíuleikum 2008. Já, frábært. Þannig að þú sendir bara áttu kveðju. Já. Takk fyrir þetta. Ok, takk. Bye bye. Herðu, 511-0957, það er eitthvað sem þið viljið spyrja Aron Pálmað. Góðan daginn. Halló. Aron Pálmi. Halló. FM95 blöð. Halló, hvað segir þú? Bara, ágætt. Hvað heitir þú meistari? Dagur. Dagur. Herðu, er eitthvað sem þú vilt spyrja landsliðskempuna? Er Björn Bragi hérna? Já, Björn Bragi hérna. Já, ok. Heyrðu, ég veit ekkert hvað að segja. Herðu, þetta eru skemmtileg símtöld. Takk fyrir þetta, Galli. Það er allir vel undirbúinir hérna. FM95 blöð, góðan daginn. Það var að spyrja Aron hvort að ég væri hérna. Já. Það var spurningin. Aron, er Björn Bragi hérna? Herðu, maður sjá, FM95 blöð. Já. Þú voru að lækja í útvarpinu? Já, heyrðu, býta. Já, þetta er klassíska línan. Ég var aðeins að pæla. Já. Aron Pálmi, er hann að það? Aron Pálmi er hérna. Aron? Hérna, er það alltaf aftan í huganum maður þegar þú ert að spila handbolta að þú sérst virkilega bara með topp 10 öruglega í heiminum? Já, skemmtileg spurning. Meðan ég er að spila? Bara í daglegu lífi og þegar þú ert að spila og... Nei, það væri hræðilegt að ég væri með þetta í hausnum bara allan daginn að hugsa um þetta. Nei, ég er lítið að pæla í því, sko, þannig séð. Það er meira bara svona í leikjum að þá kemur upp sjálfstraust bara sem að... Þú varst samt eitthvað áður en það, þið vitist okkar ég er topp 10. Þið munið það, þegar ég tala um mig. Nei, ekki alveg. Nei, ég er ekkert með það í haustum þannig, sko. Ég nota aðrar aðferðir þegar ég er að spila mútið anstæðingunum. Það var líka slæmt að vera með í haustum og myndi missa út eða þú verið að gera eitthvað annað. Herri, ég ætla að fá hjá þér hérna eina pulsu og ég er á topp 10. Já, það er skítur á markið. Topp 10! En herðu, takk fyrir þetta, vinnur. Bye bye. Herðu, já, við hlustendur að spyrja Aron Pálmason hérna, hverju sem er FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað vilt þú spyrja kempuna? Herðu, mér hangaði bara að vita hvort það ekki verið erfitt á honum í stofufangelsinu. Var erfitt í stofufangelsinu? Í Texas.
Nei. Auði, þú veist hvað mér finnst að leiðilegu djókur. Ég veit að, herri, ég er ekki Þú byrjaði með þetta í upphafi þáttar. Nei. Þú mismæltir þetta, ég bent á þú mismæltir. Ég sagði Aron Pálmarsson. Hvað segirðu? Hann er að skella á hann. Já, hann er farin hérna. Herðu, við erum með Aron Pálmarsson, landsliðsmann í handbolta. Halló, hver er á línni? Já, góðan daginn. Brynjar heiti ég. Brynjar, kom sæll og blessaður. Ég vildi bara spyrja Aron hvað hann fengið sér á barnum. Já, hvað hann fæði sér þegar hann kíkir á lífið? Tapasbarnum. Já, tapasbarnum? Já. Áttur eitthvað uppálsverið þar? Humarinn er alltaf heldur sterkur. Já, humarinn. Annars er ég er svona mest í humarinn þarna. Beikonvafinn hörpuskilir endur eitthvað til að die for, sko. Já. En hann er sig. En hvað þarf hann er sig sér á tapasbarnum? Bara alltaf sama og ég. Já, ok. Alltaf sama. Herru, takk fyrir þetta. Þetta er skiljaða skemmtilegt. Sérstakar spurningar. Þetta er sérstakar spurningar. Herru, við ætlum að prófa 3 viðbót. F9 við blöð, góðan daginn. Halló. Halló. Hæ. Get ég fengið óskalag? Hvað lag viltu heyra? We came here to party rocking. Herru, við reynum að finna það. Takk fyrir þetta. Bye. Herru, F9 blöð, góðan daginn. Ömurlegu gestur. Já, góðan daginn. Aron. Já. Hver er uppáhalds leikmaðurinn í Fram fyrir utan Róbert? Hvað segir þið? Hver er uppáhalds leikmaðurinn í handboltaliðinu í Fram fyrir utan Róbert Aron? Fyrir utan Róbert Aron, hver er uppáhalds leikmaðurinn í Fram í handbolta? Þetta er greinilega hann. Hann lítur bara að vera. Nei, þetta er ekki hann. Það er góð að svara rétt, annars eru við óvinnir. Annars eru við óvinnir? Já. Áttu þeir uppáhalds handboltamann í Fram? Já, Róbert Aron, ég má ekki segja hann. Nei. Þannig að ég... Er ekki Diddi eða? Nei, hver er besti vinnur Robba? Tjörvill að klikkar á sig. Bestur eftir Robba? Besti vinur Robba. Besti vinur Robba? Það er greinlega einhver bestu vinur Robba á línunni sem spilar handbolta með Fram og þú ert ekki að kveikja. Ég er ekki með að faxa þetta fyrir raskattaðir. Hann er tómur, hvað heitir þú vinnur? Ég heiti Bjarki. Bjarki, þannig að það er greinlega Bjarki sem er Já, Bjarki á þetta. Aron út fóð. Herru, takk fyrir þetta, vinnur. Þú ert fáið til þess að, herru, F9 blöður, eitthvað sem þú vilt spyrja Aron Pálmarssona. Já, herru, þú voru að lækja útvarpinu. Gáttu við ekki fengið eitthvað frægari gest sem að fólk vil spyrja hvað? Það er allt í haki hérna, við ætlum að prófa 2 viðbót. Halló? Já, er hérna Arnór Pálsson hérna hjá okkur? Já, Arnór Pálsson er hérna. Herru, ég spurði þig, þú ert ekki að segja í hvaða liði, sko, þá gerir þetta kannski öðra. Já. En svona, þú er búin að leika með eitthvað liðum hér og þar. Hvað er svona að skrítast það, þú veist, það er ekki endilega að vera kinky, en það er svona furðulegasta sem þú séð kallmenn gera við hvern annan í sturtunni eftir æfingu. Þarna kom nú einhver skemmtileg spurning. Menn eru að raskella hvern annan og eitthvað, það er eitthvað... Það má vera eitthvað stríðni, það er ekki, þú veist, slippa tíkvörn, mér er alveg saman, eitthvað svona, eitthvað lítur á að gerst, eitthvað skrítið. Já, hvað er að skrítnast það sem er gerst á þínum handboltaferli í sturtugleðunum? Þetta þú hefur gert, þú hefur séð. Já, einmitt. Ég hef náttúrulega séð menn vera að pissa okkur annan og svona, en það er svona klassískt eitthvað þannig séð. Er það í alvöru? Já, svona verið að djóka. Það var meira kannski yngri flokkunum. Já, ég vona það. En það er það farin? Nei, kláraði. Það er endar eitt sem var mjög fyndið sem ég sá einu sinni þegar ég var hérna, já, bara einu skiptir ekki máli hvað er eða hvenar. Já. Það var gæi sem bara sýndi okkur strákunum í sturtinu bara hann geti sleikt á sér eigin. Já, ok. Bara sýndi okkur það. Félagann? Já. Sæll. Og þannig að það er staðfest. Var hann ekki með rifbinn? Jú, hann gerði þetta ótrúlega. Hann settist einhvern veginn og fór niður með hausinn. Hann var ekkert með einhvern larv? Nei, ekkert hannig. Hann bara tókaði hann. Ótrúlega. Þetta var það svakalega sem ég sé, ekki að djóka, sko. Svona vel teygjanlegur á hann? Vel teygjanlegur á hann, sko. Ok. Hafið þið reynt þetta? Nei, herðu, við ætlum að taka einn, en maður sjá FM 95 blöð, góðan daginn, please, verður með skemmtilega spurningu, ekki biðja móskala. Góðan daginn, en sko, mér langar að spyrja. Maður sjá, leiðu frá það Red Bullinn og... Já, ég heiti Tómas Helgi Bergs og ég er 10 ára og er Aron Pálmarsson heitur. Er hann heitur? Já. Sérst að í útliti eða í handbolta, hæfileikum? Já. Þú veist, ég er að mér láta það, fólk eru ekki eins og séð mig, sko. Hvað er það að fá mig í þátt? Nei, býttu, er hann heitur? Hvað meinar þau? Sko, ég er að meina, sko, hvort hann hefði kærustu eða eitthvað svoleiðis. Já, áttu kærustu eða eitthvað svoleiðis? Nei. Nei, ekkert svoleiðis. Herru, við ætlum að taka einn ennina. Maður sjá F95 blöð, góðan daginn. Þetta var í bóði börn. Síðasti hérna. Annars hvort þessi góð spurning. Maður sjá F95 blöð. Herru, ég langar þá að vita. Já. Hvað drekkur Aron Pálmarsson á djáminu? Hvað drekkur á djáminu? Bara allt með áfengi.
Allt með áfengi. Ok, nei. Ok, mér langar að vita, hvað gerir til að halda þér almennilega í formi? Þú veist, ertu á stífum æfingum allan tíman eða? Já, ég æfi 11 mánuð á ári. 11 mánuð á ári og hvað, oft á dag eða? Bara misjátt. Tekur það mánuð alveg í frí eða? Já, svo ég tek svona viku frí alveg eftir sísón. Nei, ég vil æfur allan daga. Já, eða svona, það misjátt hvað við erum að spila mikið. Ef við erum að spila mikið, þá æfum við svona einu svona dag cirka, úti. Ok. Annars þetta bara svona, annars undirbúningstímabilið það ógeðslegt að maður í formi allt árið heila. Svo bara HGH og sterar. HGH og sterar og þá eru bara góðir. Já, það er að gera. Herðu, takk fyrir þetta, Unnur. Ok, bye. Er ég í svona góðu formi? Herðu, já, greinilega. Þarna fengu hlustendur að spyrja. Spurningarna voru miskóðar eins og voru margar. Aron, þú fær óskalagið hérna strax eftir auglýsingar. Takk. Svali. Alla virka daga frá 9 til 1. Stjörnufréttir, spjallviðs af þekktu og topptónlist. Svali á FM 957. Skelltu þér á Volcano boxmáltíð. Meðlæti og stórt gos á aðeins 999 krónur. Taco Bell. Hæ, þetta er Þórhallur hérna úr Magasín. Taktu afstöðu gegn einelti. Stöndum saman gegn einelti. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. Ofur hljóðkerfi og Suzuki kynna 10 ára afmæli Óla Ofur á Nasal laugardaginn 14. janúar. Allar nánar upplýsingar á ofur.is. Dílar.is í dag. 4 vikna æfingapakki í öllum helstu bardagagreinum hjá Combat Gym á aðeins 2.990 í stað 12.900. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Nú mögnuð útsala í hátækni. Sjónvörn, GSM-símar og alls konar græjur á frábæru útsöluverði. Hátækni, Ármúla 26. Munið eftir milljörðunum lömbin mín. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitið, best fyrir svanga. Útsölulok í Veromóta. Enn meiri verðlækkun. Veromóta Kringlunni, Veromóta Smáralind. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þægileg og fljótleg þjónusta. Kredia.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Já, þetta er lagið Headlines með snillingnum Drake. Klukkan fer að verða 6. Þeir eru búin að hlusta hérna FM 95 Blö á þessum þriðjudegi. Björn Bragi hljóp í skarðið fyrir, krúsidúluna Sveppa Krull sem er heimaveikur og sendi honum mína bestu kveðjur. Sveppi verður hins vegar með mér hérna á föstudaginn næsta, þar sem við erum stattir á Selfossi í einhverju flippi. Og hann er líka búin að vera hérna hjá okkur nánast allan þáttinn, Aron Pálmarsson. Og Aron, ertu ekki búin að fíla það bara? Þetta ekki búin að fínt? Mjög gaman. Ekkert búin að fara neitt allt og illa með þið? Nei. Þetta er voða saklaust hérna hjá okkur strákun. Já. Hvað hvernig er kvöldið hér? Hvað á að gera í kvöld? Ég er að fara núna til Keflavíkur. Já. Að leika einhverju auglýsingu á félaginu. Já, ok. Já, hann er svo leikstýra. Já. Æslandir. Það er landsliðið eitthvað? Já, það er eitthvað sem ég myndi ekki nennan núna. Það er að fara að kæra til Keflavíkur. Það er ekkert sérstakt veður. Nei, er þetta ekki bara eitthvað svona að hanga heima í kósí kvöld? Bjössi, hvað þú að vera að gera? Jú, ég ætlaði að ég myndi að gera það. Fara að sækja mér eitthvað gott að borða og bara hóra sjónvarpið. FIFA? Herri, já. Það er enda góð hugmynd. Ef einhver félagi minn ætlar að kíkja á mig í kvöld í FIFA, þá er ég skátur með það. Ég er alltaf lítill FIFA-maður. Mér finnst það ógeðslega gaman þegar það er 2 og 2, sko, og kannski hittast á 50 eitthvað, en ég er NBA Jam sérfræðingur. Já, gleymst það. Það þarf alltaf að bendla allt við áfengið. NBA Jam er körfuboltaleikur þarna. Ég er að meina með FIFA 2 og 2, bara svona 50 degi skilur, getur við fengið okkur nokkra? Herðu, þarna er þetta að ljóstra þínum hugsanum undir það. Er þú FIFA-maður, Aron? Algjör, já. Og ég er líka Madden. NFL. Ég myndi kannski fast spila Madden ef ég kynni reglurnar í American Football. Það er skemmtilegt. Það er geðveikt, sko. Já, ok. Þú ert náttúrulega mikið á, ertu þið í Xbox eða PlayStation? Nei, PlayStation bara. Já. Og ertu að spila mikið það online og svona? Ekkert brjála, sko. Nei. En það er svolítið fylgifiskur atvinnumennskunar að vera ógeðslega góður í PlayStation eða ekki? Jú, ég spila allavega mikið. Ég ætla ekki að fara að segja þessi eitthvað geðveikur í þessu. Nei. En ég er ágætur.
Já, menn það líka margir búin að benda mér á einhver Tiger Woods golfleik sem að vist það reyngilega skemmtileg, ég hef ekki prófað hann. Hann góður sko, ég hef spilað hann. Ég spilaði alveg á tölvuleiki bara svona jólin. Og maður einhvern veginn bara heima að hanga. Í stæðan fyrir að lesa bækur, eins og flestir. Já, ég reyndar, ef hún heitir ekki Tárbrós og Takaskor eða Æfisaga Körp og Bein, þá er ég ekki lesið hann. Nákvæmlega að segja. Nei, ég reyndar líka búin að lesa Gauragang. En svo eru náttúrulega með... Til hamingju. Já, svo Björn bara hérna beint á móti mig sem vann Getur betur 2004. Manst ekki líka eitthvað morfískeppni? Já, ég vann þetta allt maður. Ég veit þetta, sprenglarðu drengur. En Aron, það komið að lokum og ég var búin að lofa þér að þú fengir að velja eitt óskalag. Hvaða lag viltu heyra hérna áður við kveðjum? Hefur eitthvað verið að spila hérna Why I Love You með Jay-Z og Kanye? Ég spilaði aðeins í fyrsta þættinu. Viltu fá það eða? Er þetta dagleg í allan vetur? Já, ég reyndar að fatta það núna. Ég hef ekki spilað Why I Love You í allan þáttum. Er það óskalagið þetta eða? Ertu ekki með eitthvað annað á disknum eða? Já, ok, viltu eitthvað annað? Herru, hvað með Óris? Þú lítur að vera með það. Já, ég er með það. Hefur hendað því á einni lokin? Já, það er gott lokalag. Já, ætla að breyta hérna. Svalt lag eftir svalan þátt. Akkurat, herðu við þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag. Hann verður mættur hérna til mín á morgun, hann Pétur Jóhann Sigfússon og hann er búinn að skora á mig einhverjari söngvakeppni. Hann vill að við breytum lögum eitthvað, hann útskýrir þetta betur fyrir mér í kvöld. Þannig að ekki missa því, skemmtilega þáttur á morgun og svo náttúrulega Hjöppi á fimmtudaginn. Hafið það sem allra best í kvöld. Áfram Ísland. Áfram Ísland, já, á föstudaginn. Föstudaginn, 7:30 eða 8 í höllinni. Ísland 19:30 og það er frítt inn. Já, Jari Littmann og félagar. Já, þannig að, já, einn nísku félagi minn ætti nú að tíma að fara á þennan líka. Herðu, endum með Dóris. Til klukkan 9 í kvöld í staðinn fyrir hann Rikka G sem að er eitthvað other buttons to butt tonight. Já, þau eru nöfum að neppa eins og segja. Þetta mynda bara í tónlistarnótunum. Þökkum auðvitað blöð fyrir frábæri þátt með strákunum Birni Braga og Árni Pálmars. FM 957, Pepsi og skemmtigarðurinn. Hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magasin. Guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna... Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, 5 það, 5 þátt að því. Nei, ég meina 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Ofur hljóðkerfi. Janúar tilboð í Intersport í fullum gangi. Stórlækkað verð á völdum vörum frá Adidas, Nike, Puma, Speedo og mörgum fleirum. Ekki missa af þessu. Það er sport að spara í Intersport. Dansstudio World Class. Við byrjum Outfitters Nation útsalan í fullum gangi. Enn meiri verðlækkun. Outfitters Nation kringlunni. Þriðjudagstilboð Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Hvað er með fotni í þessu? Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni opið allan sólarhringinn. Subway hefur opnað nýjan og glæsilegan stað á Glerártorgi Akureyri. Subway, 20 staðir á Íslandi. Viðgerðarþjónusta, húsþjónusta BJB.